Við byrjum hins vegar í byggðasafninu sem ætlar að opna dyr sínar fyrir gestum og gangandi á safnahelgi á Suðurnesjum. Hvað svona merkilegt við þetta hús og hvað merkilegum munir eru hérna inni? Já, það nú ansi mikið að merkilegum munum vegna þess að það nú komin 75 ár síðan að Ungmennafélag Keflavíkur stofnaði byggðasafn Keflavíkur og á þeim árum hófst raunni skipulögð söfnun og varðveisla mun og mynda hérna á þessu svæði sem að síðar fór allt inn í byggðasafnið eins og það þekkjum í dag þegar byggðasafnið var stofnað formlega fyrir 40 árum af bæjarfélögunum og þetta nú orðnir meira en 60.000 gripir sem allir eru skráðir og flokkaðir og aðgengilegir hér í hillum í þessu húsi. Og við erum svo lánsum að hafa gott pláss utan þetta, þannig að við getum gengið vel frá þessu í hillum og hérna, þannig að það það vel frá þessu gengi að fólk hefur nú bara gaman að labba hérna og skoða í hillurnar. Þar sem allir munir eru skráðir eins og ég segi og við erum búin að mynda, það búið að taka myndir af næstu 70% af öllum safnkosturum, öllum þessu 60.000 munum sem að við erum smá saman að setja hérna inn í sarp.is sem sameiginlegur vefur fyrir öll safn á landinu og þar getur fólk leitað og flett upp munum og minnum hérðan og séð skráningar og myndir. Þessu safni, eða hvað að segja, þessu safni fylgir risavaxið verkefni sem hérna saga flugvallarins og saga varnarliðsins hérna á Minnisteiði og við erum að hefja vinnu við það að safna skipulegar munum sem tengist þeirri sögu og mikið af munum það náttúrulega eru tæki og tól sem taka sitt pláss og meðal annars hérna stærsti slökkvibíll í heimi sem var að koma til okkar í haust og við þurfum þetta pláss undir þetta og við höfum það hér núna þannig að við erum að fara á fullt í þetta að safna skipulega af vellinum, munum og minnum og af öllu tægi, ekki bara sem tengd í slökkviliðinu hernum, heldur bara sem tengd í daglegu lífi, samskiptum fólks við varnarliði hérna af svæðinu og svo framvegis. Þú talar stærsta slökkvibíl í heimi og almenningi stendur til boða að skoða hann núna á safnahelgi, ekki? Já, einmitt, þá fær hann að njóta sín hérna, hann hérna í hinum enda húsins, þannig að eftir mikið brasveg að koma honum inn í hús því að þetta ekkert smá flykki, einhver 60 tonn og við erum nú með veglegar og háar dyr hérna til að taka inn hluti en við þurftum nú samt að fara út í ákveðna aðgerðir til að koma honum inn. En þetta stórmerkilegt tæki og önnur vélin í lagi, þannig að það var hægt að keyra hann hingað. Og hérna það hægt og hann svona í ágæti standi þannig, miðað við sko að vera orðinn hátt í 40 ára gamall og búinn að standa úti náttúrulega mörg ár upp á velli því að þeir höfðu ekki húsnæði þar til dæmis hérna Landhelgisgæslan sá nú hann inn á öryggissvæðinu og þeir höfðu ekki húsnæði, hann þurfti að standa úti. Svo erum við með annan hérna slökkvibíl sem svona jafnaldrans en hann svona hefðbundnar í útliti og hann var geymdur inni þannig að hann í fínu standi sko. Það svolítið dulúð kannski yfir því, hvað inn á svona safni? Orðið var við það, fólk svolítið? Já, og sérstaklega sko fólk tengir náttúrulega söfn oft við sýningarna sem við erum með. Það sé inn í safnið og þetta svona kannski gömul mýta, hvað ég að kalla að þegar að fyrstu byggðasöfnin fór að líta dagsins ljós þá var yfirleitt sko geymsla og sýning var sami hluturinn. Þú veist, það var bara það sem mennum var bara safnað, það var til sýnis og bara stillt upp. Þannig að fólk hefur nú kannski heldur svona kannski ennþá í dag það sem við erum að sýna, það sé bara safnið, skilur. En því fyrir nú fjær í dag og nútíma byggja sig upp þannig að þau leggja áherslu að ná upp góðum safnkosti og síðan bara tekið úr honum reglulega til að setja upp nýja sýningar. Þannig að hér heilmikið sem fólk einmitt hefur gaman að skoða og kannski ekki síst til að átta sig á hvað til og hvað við erum að gera hérna sko þegar við erum ekki að opna sýningar og ekki með sýningar. Því að það náttúrulega heilmikið vinna sem felst í því að taka á móti hlutum, við erum alltaf stöðugt að taka á móti nýjum hlutum. Er það bara fólk utan á bæ að hringja og koma hluti? Bæði frá stofnunum innan bæjarins, fólk bara sem að hringja inn með muni og húsgögn og ljósmyndir og hvað eina sem við förum í gegnum og það þarf að skrá þetta allt og flokka og það þarf að taka myndir af því og við yfirleitt reynum að leggja í einhverja smá rannsóknarvinnu líka hvaðan þetta kemur og hann að sé einhver saga á bakvið hlutina
þeir verða náttúrulega miklu merkilegri með skemmtilegri sögu og ítalegri sögu á bak við sig. Þannig að það er eitt. Svo erum við að taka á móti svona, það nú kannski við ætlum aðeins að sýna það á safnahelginni mitt að Helga Ingólfsdóttir sem var með leikfangasafn og hann nú með það opið tíma og við erum með það allt safn. Þetta er alveg gríðarlegt safn leikfanga sem að tekur bara fleiri hillumetra á kassa. Sumir segja, heyrðu, hvað er verið að halda upp á þetta? Ég meina, þetta er ekkert merkilegt, þetta er einhver leikfang bara og ekkert endilega héðan, en safnið samt er gríðarlega stórt og merkilegt fyrir það. Þannig að við ætlum svona aðeins að leyfa því að svona anda upp úr kossunum safnahelginni og leyfa fólki að sjá og kannski fólk geti þá sagt sína skoðun bíddu að bara henda þessu, ef að eiga þetta, ef að skrá þetta og hvað eina skilur. Þannig að þetta eru svona, það er oft hausverkur í okkur að ákveða hvað ætlum við eiga, hvernig grísum við og hverju við henda eða farga eða ekki taka inn í hús. Því að það er náttúrulega þó að við séum búin hér vel að húsnæði núna þá er ljóst að við tökum ekki öllu sem að best, það er bara ekki hægt. En þetta er væntanlega svolítið einstakt tækifæri, það er ekki allt opið fyrir almenning og verður kannski í áframhaldandi safnahelgi verður kannski alltaf eini grundvöllurinn til þess að sjá þetta en þannig að fyrir fólk bæði héðan sem að tengir væntanlega við einhverja muni og gestir sem koma kannski úr höfuðborginni eða annað, þá verður þetta kannski einstakt tækifæri að sjá svona. Já, söfn hafa öll jöfn ekki sínar geymslur eins og köllum eða varðveisluhúsnæði opið gestum á gangandi en okkur finnst mikilvægt samt að reyna að gera það reglulega, svona af og til, allavega einu sinni á ári kannski, væri frábært en þetta eru þá sjaldgæð tækifæri, við getum sagt það, til að fá að kíkja inn. En ég held að verði nú engin svikin á því vegna þess að það er bara hálfgert ævintýri að labba allar þessar hillur og geymslur og sjá alls konar hluti og margir fá svona alls konar nostalgíukost fyrir að sjá eitt og annað. Þó sé ekki gamalt myndbandstæki eða eitthvað sem á fyrstu tíð eða eitthvað, að fólk er að tengja við hlutina úr sinni bara upplifun og fortíð. Kannski svona lokum, finnst þér eitthvað sérstakt við muni sem eru héðan á svæðinu? Eitthvað sem er að berast eða er héðan? Erum við með eitthvað sér einkenni jafnvel Suðurnesjamenn? Suðurnesin hafa auðvitað og Reykjanes þá sérstaklega mjög mikla sérstöðu. Fyrsta lagi, ég hef mikið ná á útgerðarsögu. Ég er menntaður sagnfræðingur og einbeiti mér að útgerðarsögu. Og mér finnst þetta svæði hefur alveg einstaka útgerðarsögu vegna þess að það sjá allir sem komu hér, þetta er ekki landbúnaður hér. Þannig að það er mjög sterk útgerðarsaga hérðan og ekki bara fyrir íbúa þessa svæðis, heldur komu þúsundir manna á vertíð á hverju ári. Þannig að það er mjög sérstakt þetta svæði. En svo eins og ég myndist á það er varnarliðssagan. Það er algjörlega einstakt og þetta er einstök saga fyrir auðvitað sjálfsögðu fyrir héraði hér, bara þetta skiptir gríðarlegu máli frá lokum seinni heimsstyrjaldar, þessi uppbygging, bæði varnarliðið, uppbyggingin á alþjóðaflugvellinum og samskiptin við þetta svæði og hvaðina. Og það er náttúrulega gríðarlegt magna af munum og minjum sem við erum að reyna að fá þaðan sem er náttúrulega alveg einstakt fyrir þetta svæði. Og þannig að já, þetta er svona allt öðruvísi saga heldur en alls staðar á landinu og ekki bara er þessi saga reyndar fyrir þetta hérað, þetta er náttúrulega stór hluti Íslandssögunni líka og áhrifin af flugvellinum og herliðinu og deilum þannig það. Og svo hefur þetta gríðarlega sterka alþjóðlega tengingu líka vegna þess að þetta var náttúrulega erlendur her og tengist á sögu Bandaríkjanna og kalda stríðinu og öllu þessu. Nú að vera 13 ár síðan herinn fór og margt sennilega hefur bara glatast reynilega? Já, við ætlum að reyna að forða því allan sem hægt er. Okkur gruna nú að margt liggi hér í húsum bara í Keflavík sem fólk var að taka af sig bara af vellinum bara í gegnum tíðina og ætlum að reyna að fara að ná utan um það og sýning sem við ætlum að setja upp í sumar, hún á að vekja athygli á þessu átaki og fá fólk bara til að koma og allan láta okkur vita af því hvað er til, þannig að við vitum af því þess að þetta fá lána eða hvað sem er. En sagan náttúrulega hvarfheldur ekki þegar herinn fór 2006. Það er enn eitt merkilegt tilbrigði við þessa sögu er að allt í einu tóku við
3000 manna draugaþorpi, skilur við. Þarna var bara allt skilið eftir, íbúðir, hús, stofnanir, jafnvel spítalar með öllum tækjum í og allt, skilur við. Og bara gjöra svo vel, eitt tómt þorp, hvað ætlum við að gera við það? Þannig að hvernig sú þróun hefur verið er bara mjög merkilegt. Og ekki hefur nú dregið úr umsvifunum á Keflavíkurflugvelli. Það er nú orðin ein helsta lífæð landsins. Þannig að þessi saga heldur áfram.